Hann landsþekktur og ýmist kenndur við heimabæ sinn eða rútubílana sem hann rekur. Sæmundur Sigmundsson í Borgarnesi eða Sæmundur sérleyfishafi eins og hann oft kallaður segist vita fátt fallegra en vel búna rútu. Hann hefur nú rekið þær í tæp 40 ár og nú það orðnar 25 talsins. Það minnkar alltaf á mér eftir sem vegurinn styttist og batnar. Þá fækkar farþegunum. Það finnst þess að það hafi svona ákveðin rómantík einhvern veginn ríkt í þessu árum áður. Já, það var bara jafnvel sungið í áætlunarferðum. Menn tóku svo til að sungu bara. Þetta skefur aldrei í dag. Það er kannski allir að flýta svo mikið í dag. Ég held að rómantíkin hafi verið meiri í gamla daga, sko. Ég man eftir því að ég átti frænda sem var rútubílstjóri sem var alltaf svona sportklæddur. Hann var í leðurstígvélum og með kaskeiti og svona virkilega bílstjóralegur. Menn yfirleitt svona dag, þeir að vísu margir í svona uniformum, en þeir voru bara með kaskeiti alltaf og jafnvel reiðbuxum og leðurjökkum. Töffara? Já, töffara, sko. Ég maður svo vel til þessu. Hvernig ert þú sjálfur klæddur? Ég nú yfirleitt bara svona eins og ég núna. Já. Það ekki svona, ekki töffara stígvél eða? Nei, ég ekkert svona rosalega pjattaður. En starf rútubílstjórans ekki alltaf einmannalegt? Ég held að ég sé til dæmis afskaplega leiðinlegur rútubílstjóri. Ég vil helst ekki tala við neitt á leiðinni. Það svona, ég nýt mér best þá. Það var kannski svona hugsátt málin, sko. Já, maður verður svona þess að leið svona. Það lítið eitthvað svona kannski þess að vinna brekkuna í beygjuna, en mér finnst best að ég vil hafa ekki svona útvarpið á. Og það sérstaklega þegar það er vont veður. Þá finnst mér sem sagt best að hafa alveg þögn í bílum. Þetta kannski svona, já, ég heyri betur svona í veðrinu. Og hvað ertu þá að hugsa? Hvað ertu þá að spá? Á leiðinni? Þá ég að spá bara í svona morgundaginn og hvað ég á að gera í bílamálum. Gera við næsta dag eða láta gera við og hvernig ég að selja bíl eða reyna að endurnýja bíl og þetta eilíft, ég get eilíft að hugsa þetta. Og það myndi auðvitað margir kalla það sérvisku sem blasir við þegar gengið til stofu hjá Sæmundi sérleyfishafa. Hann prýðir hús sitt nefnilega ekki í þessu hefðbundna stofustássi, heldur Ford-bílum, ekki módelum, heldur bílum í fullri stærð. Annar þeirra Ford 1927 T-módel sem fluttur var inn frá Danmörk árið 1960. Sæmundur byggði svo sérstakann skála út frá stofunni undan gamla Ford. Ég keypti hann fyrir einhverjum 10 ára síðan held ég og þá var hann svona þarnast hann algerðar svona viðgerðar. Við rifum hann allan í spað og röðum svo saman. Það er mjög gaman. Svona seinni í gangstundum eða hann aukaferð. Og hefur farið með hann hérna rúndinn í Borgarnesi? Aðeins, borðað við. Ég sé svo hérna að þú hefur látið skoðan árið 1990, það er nú sennilega komið tíma að endurskoða þetta? Já, einmitt. Það var nú svona skoður inn í stofu. Já, það. En stæðist það skoðun í dag? Nei. Af hverju ekki? Af því að það vantar á hann stefnuljós og það vantar á hann bremsur á framhjólinn. Þessi bílar voru aldrei með hemla á framhjólinn og hann það ekki heldur. Það er hreinlega gefun á skoðun. Sæmundur hefur brennandi áhuga öllu sem viðkemur bílum, vel að sér í sögu þeirra á safnareinni gömlum myndum. En faðir hans, Sigmundur Sæmundsson, var einn fyrsti langferðabílstjórinn á Ísafirði. Ég ætlaði nú að reyna að koma upp safni sem væri svona sitt ykkur tægi. Ég á vörubíl sem er síðan 1927 sem ég átti að gera upp. Ætlaði mér að reyna að koma upp svona einkasafni. Síðan á ég rútu sem er síðan 47. En ég veit ekki hvað með texta. Gárungarnir segja að Sæmundi þykir vænna bílana sína en nokkra konu og það er reyndar engin húsfreyja á bænum til að leggja hönd á skipulag starfsstofunnar. En heldur Sæmundur ekki að kona hefði sett honum stólinn fyrir dyrnar í bílamálum? Nei, ég veist ekki. Það getur vel verið að einhverjir vilja bara búa hérna og hafa bílinni. En ekki veist svo sem að
allar það vilja það. En hann gæti að hafa þetta hér inni, sko, stóran búðar. Ekki næmir í svona sýningarsal sem ég ætlaði mér mest. Ég held allavega að segja ekki næmir í konu. Nei, ég sagði það nú ekki. Nú nefnilega hef ég sagt um það að þú sést kvennagull. Nei, það er komið skilningull. Og sér það vill engi vera hérna hjá mér. Helst stilla þeim. En er það satt sem sagt þér að þér þykir vænna um bíla en konur? Ég veit það nú ekki, þetta er nú erfið spurning. Það er svona. Mér er líka ágætlega við konur líka. Þetta er náttúrulega algjörlega einstakt held ég verð að segja að þú ert með þessa bíla hérna inn í stofu hjá þér. Já. Ég er svona, hafði ekkert alveg túrstæði og vantaði eitthvað í stofuna. Þetta var svo ekki það versta. En þetta er svona í staðan fyrir sófasett? Já, einmitt. Ég ætlaði að kaupa með sófasett, hætti bara við það. Og hvernig, og kvöldin til dæmis, seint á hvernig sestu stundum upp í það? Nei, þá sest ég hérna bara hliðina á þeim og fór á sjónvarpið. Þetta líður ágætlega. Og hinn bíllinn í starfsstofu Sæmundar er Chevrolet 57 módel Bel Air, verðlaunagripur sem fluttu var inn frá Ameríku og Sæmundur er að vonum stoltur yfir. Þetta er flott númer svo með hérna líka, R876. Já, það var með eins og rútu. Er þetta happanúmer? Ég myndi halda það. Má ég nokkuð sittast inn? Já, svo. Endilega. Og kannski undir stýrimur? Endilega. Þetta er ósættir mjög þungar hurðir hérna. Ég myndi að horfa sem fara eitthvað. Já, þetta er alveg frábært. Svei mér það, ég þess að bara... Já, þú myndi koma alveg við. Já, þetta er svo kraftmikið svona virkar sko. Já, ég var bara að hringið þig heimann út næst. Já, hvernig heldur það verði? Ég var að fara á hann smá hring. Ég væri sko til í það skal segja þér, ég myndi koma hérna alveg bara... Þetta er svo falleg hennar hérna þessu. Já, þetta er alveg listaverk. Þetta er allt eins og það á að vera. Og var eins og hann var nýr sko, það var ekkert örglega neynilegt hérna. Já. Og er það nú alveg sagt, þú getur stilt það að setjast hérna inn á kvöldin svona þegar þú ert einn heima? Það kemur fyrir. Og hvað kemst maður upp í á þessum? Ég get nú ekki svarað því, ég held að hann komist, kannski ekki alveg það sem mælinn segir. Sem eru 120 mílur, er það ekki? Já, þetta eru mílur. Já. Hvað er þú farið á? Ég hef ekkert gett en bara svona inn á 100. Já, það er róli hittunum. Já. Og hvað kostar nú svona bíl? Það er nú það sem ég get þetta sagt. Nú, er það svona rosalegt? Já, þú myndir ekki senda mér bara eitthvað tvátaheili eða eitthvað bíl. Nú, gefðu mér hugmynd. Þér rátt að telja þig frá milljónum. Er það virkilega? Já. Já, það er eitt annað. Ekki mörg og samt. En nokkuð? Já, svona. Fremur? Ekki langt frá því.